Hvernig kemur stórt tré vatni úr rótunum og upp í laufblöðin í 20 metra hæð? Jú, það með æðum. Ég ætla ekki að fara að saga niður tré fyrir ykkur, heldur ég með bara sellerístilk hérna. Og í öllum plöntum eru æðar til þess annars vegar að flytja vatn og steinefni með vatninu, það eru svokallaðar viðaræðar, eða hins vegar sáldæðar sem að flytja sykurvatn úr laufblöðunum þar sem að ljóstillífunin á sér aðalega stað plöntuna, meðal annars niður í rætur því að þær þurfa að fá sykur líka og það engin ljóstillífun þar því að það í myrkri og í jörðinni. Ef að við skerum í sellerístilkinn þá sjáum við móta fyrir þessum æðum hérna, en þær ekkert rosalega skýrar. Þetta ekki eins og við kannski ímyndum okkur einhverja pípulagnir, þetta séu rör hérna inni, þetta virkar ekki alveg þannig. Ég ætla að sýna ykkur þessar ræður. Hér nefnilega sellerístilkur sem búin að vera í sólarhring í vatni með mataliti og sjáðu litamuninn á laufblöðunum. Því að þessi sellerístilkur búin að soga litaða vatnið alveg yfir í laufblöð og litin með. Og við skulum skoða þetta aðeins. Þegar ég sker í þennan, þá blasa æðarnar hérna við sjáum hringina. Og þetta eru viðaræðarnar sem eru að soga vatn. Og ef ég fletti þessu svona upp, þá sjáum við æðarnar mjög greinilega sjáðu. Við sjáum alveg rendurnar hérna í. Sjáðu hérna.